Sælir krakkar, í gær lærðum við orðið hugmynd í góðu orðabókinni og reyndum báður að fá góða hugmynd sem myndi hjálpa okkur að komast lengra í leitinni að völundi. Og jólagjónum? Já, og það var Gunni sem fekk bestu hugmyndina. Hún var eiginlega búin til úr 2 hugmyndum, einni frá honum og einni frá mér. En það besta við þessa hugmynd var að hún hjálpa okkur að komast út úr auðu vinnustofunars Völundar og næsta herbyggi var kennslustofa. Og nemendurnir hafa verið að halda upp á litlu jólin. Já, kannski Völundur hafi verið með þeim. Völundur, ertu hérna? Nei, það eru allir farin í jólafrí. Jólafrí? Það hlýtur að vera einhvern gassalegur misskilningur. Hér fer engin jólafrí fyrir síðustu kennslustundinni er lokið. Salvör, ert þú hér? Er ég hér? Auðvitað er ég hér. Já, en hvað er þú að gera hér? Er þetta ekki kennslustofa? Jú. Og er ég ekki kennarinn? Ha, þú? Ég vissi ekki. Nei, þú ert ekki. Ég er ekki að baki dottinn, það er alveg satt hjá þér. Svona setjist þið nú niður og hætti þessu masi. Kennslustundin fyrir alveg að hefjast. Já, en við Gunni eigum ekki... Já, þið eigið ekki orð, það er gott að vita það, því þá verður að vera algjör þögn í bekknum, annars neita ég alfarið að kenna, er það skilið? En við Felix erum ekki nemendur. Þið eru ekki nemendur sem setja teiknibólu í kennarastólinn, það er fínt að vita það, þakka ykkur kærlega fyrir, gott, jæja! Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Við byrjum á biblíusögunum, honum þarna Jesú Kristni og jólasveinunum frá Austfjörðunum. Jesú Kristni og jólasvein frá Austfjörðunum? Jólasveinarnir fylgdu jólaseríuna á himninum þar sem þeir fundu Jesú í ráðhúsinu. Þar gáður honum jólagjafirnar. 2 smábrauð, 5 smáfiska og kross og kringlu. Þú ruglar öllu saman. Þú ert nú bara alveg gaga. Hver var að tala? Nei, sko, það voru vitringarnir sem fylgdu jólastjörnunni að fjárhúsinu þar sem Jesú fæddist og þeir gáfu honum gull, reykelsi og myrru. Þögn í bekknum, það er ég sem er kennari hér. Já, en þetta er rétt hjá Gunna, þú ert bara að rugla. Það voru ekki jólasveinar þegar Jesúbarni fæddist. Ég skil ekkert í þessu. Ættu að kíkja í góðu orðabókina? Gerum það. Næsta orð er kurteisi. Það þýðir að koma fallega fram við alla sem maður hittir. Alltaf veginn, reynum það. Jæja! Svo það er verið að lesa það núna sem þú ætti að vera búnir að lesa heima. Svaraðu nú spurningur 1, 2 og 3. Hvað er heimurinn stór? Ummál jarðar er það bil 40.000 kílómetrar miðbaug, kæra fröken. 40.000 kílómetrar segirðu? Já, en það er náttúrulega bara þín prívat skoðun. Það rétta í málinu er... Látum okkur sjá að heimurinn er... Svona stór! Finnst ykkur hann ekki gasalega mikill sig? En þetta er ekki heimurinn. Þetta er bara kort sem sýnir heiminn, ungfrú Salvör. Og hvað með það? Hún er örugglega ekki alveg kennari, það er að plata okkur. Hvaða skvaldur er þetta? Það verður að vera algjör þögn í bekknum. Hvað eru þið þarna 2 sem eru alltaf að trufla kennsluna, er það ekki? Þið hafið slæm áhrif á hina nemendurna. Ég get ekki leyft ykkur að sitja lengur í þessari kennslustund. Já, en það er engir aðrir nemendur, kæra fröken. Jæja, svo það er svona sem ætlar að snúa þig út úr þessu. Við erum bara einir hérna við Gunni með yður. Já, eins og það sé ykkur afsökun. Er það ekki? Ég er hrædd að ég neyðist til að skella á ykkur skyndiprófi. Ef þið fallið, megið þið vera áfram í skólanum. Ef þið standist prófið, verðið þið reknir, er það skilið. Já. Þið fáið 1 mínútu og hún er löngu byrjuð. En það er ekkert á blaðinu, náðuga frú. Hvaða smámunu sem er þetta svaraðu bara? En það er ekki hægt að svara spurningum sem er ekki til. Nú búðana þá til vesenið á þessu unga fólki í dag. Allt í lagi. Ég er þá bara búinn. Já, ég líka. Gjörðu svo vel. Það er ekkert á blöðunum. Hvaða smámuna sem er þetta, kæra fröken? Ég get ekki gefið einhverju fyrir svör sem er ekki til. Búðu þá bara til. Allt í lagi. Já. Þetta höfður ekki. Þetta sleppur nú líkla. Þetta er vitlaust.
Mér þykir mjög leitt að tilkynna ykkur að eftir að hafa farið 5 sinnum yfir svörin ykkar, þá er augljóst að þið hafið fallið á prófinu. Engar afsakanir, þið hafið bara ekki lært nógu vel heima. Þið eru fallnir, þið verðið að sitja eftir. Sitja eftir? Hvað lengi? Þangað til... Núna megið þið fara. En eins og ég er margbúin að segja, þá kemur ekki til greina að hleypa ykkur út svona klæddum. Hvað, er ekki allt í lagi með fötin okkar? Það er kalt úti og ég hleyp ykkur ekki út nema þið klæðið ykkur fyrst í úlpu. Er þetta betra? Mjög gott. Og af því að þið eruð hæstir í bekknum og ákaflega kurteisir ungir menn. Já, heila mjög kurteisir og huggulegir við. Þá fáið þið auðvitað verðlaun. Gjörið svo vel. Ég skil bara ekkert í því hvað ég er meir. Já, farið nú og látið ykkur hverfa út úr mínu lífi. Takk fyrir kennsluna, kæra Salvör. Bestu þakkir, frú. Þvílíkir fyrirmyndarnemendur. Við hlupum hratt út úr kennslustofunni með hennar skrýtna pappírsvöndul sem við fengum og út í það sem þið fáið að sjá á morgun. Bless á meðan. Flott bergmál, Hjöðar Felix. Takk.